Want for Christmas is you. Þetta örugglega bræðir einhverja stelpunar að núti. Hann má alveg eiga það, þessi drengur, hann kann að syngja. Það einhvern veginn þannig með menn sem kunna að syngja. Þeir eiga aldrei erfiðleikum með hitkynni. Allavega ekki í kringum mig. En það FM 95 Blöð sem heilsar ykkur þennan miðvikudaginn, það 19. desember. En ég nú bara einn í stúdíónu því miður og verð það í dag. Pétur Jóhann Sigfússon datt út hér á síðustu stundu. Ég heima með strákinn sinn, en hann verður hins vegar með mér í kvöld á Gullöldinni. Þar verður við með stand-up klukkan 10 í kvöld, þannig að hann mæti nú þanga strákurinn. En það voru góður á dýr hér á síðustu stundu. En ég búinn að hlaða hérna í fínan svona best of þátt og ætla að vera að spila hér klippsögur sem hafa ekki verið spilaðar. Já, það náttúrulega aldrei verið spilaðar einhvern tíman áður, en tók svona hérna klukkutíma að velja klippur sem hafa ekki verið spilað ofta en einu sinni hér í lottinu. Og ætla að byrja hér á klippu með Pétur Emmitt, þar sem að hann ringi sem Tong með raddbreyti í fyrsta sinn. Og þetta raddbreyti sem hann keypti í Bandaríkjunum, kostaði eitthvað 3.000 skall, og þegar hann kom með hann innan til Íslands að sína mér hann, þá var hann bara svona eins og lítill krakki á jólunum. Hann var svo spenntur að byrja að nota þetta tæki, og þetta tæki hefur verið notað óspart síðan. Við reyndar ekki notað þetta í langa tíma núna, en var mikið notað hér eftir hann kom frá Bandaríkjunum. Og við skulum heyra þegar Pétur Jóhann ringir í blómabúð með einmitt raddbreytirinn sem Tong. Tökum á þessum. There's Blomnana. Yeah, speak English. Huh? Do you speak English? Yes, I speak English. You sell red roses? I'm sorry, I sell... Do you sell a red, flower? Yeah, I sell flowers. The roses. Do you sell red roses? Yeah, I have red roses. Can you wrap it inside? Yes, I can do that. I can do that. I don't hear you quite really well. I'm sorry. What? Well, can you put, if I buy 20, 30 roses? Yeah. Can you put do you understand? I didn't hear you. Is there something wrong with your phone? Say it again, I'm sorry. Can you hear me? Something wrong with your phone. It's really hard to hear you. Can you put her inside? You understand? Can you hear me now? Yeah, I hear you now, but I didn't hear what you said before. Do you need roses? Yes. When you put 30 roses. You need 30 roses? Yes. Yes. When I buy roses, can you put her inside? It's really, I don't hear you now. Can you hear me? Yeah, What is wrong? Is your phone? I think it's something wrong with the phone because your voice is quite strange sometimes. Yeah, no, it's really strange now. I don't hear you now. No, I'm sorry, I don't hear you. It's my phone. It's your phone. Do you want to try to call me back? Can you call me back? No, can you call me again? I thought I had. Okay, I call you back. Yeah, please do. Okay. Þessi var góð. Já, ég ætla að ringja aftur. Ég voru ringjum aftur hana og byrjaði bara að segja yes, eitthvað, I was calling, eitthvað. Nei, byrjaði svolítið eins og allt sé að ganga. Allt sé að ganga í sögu. Bara yes, okay. So it's a birthday for my wife, eitthvað svona. Og svo þurfum við að byrja að útskýra. Okay, so what you have to do is, og þá fyrir bara allt í steikatur. Þannig að hún fær núna svona eins og sé búið að laga síman og byrjaði að tala um hann í lagi núna, alveg pínur svona pirraður og þurfti að ringja aftur. Nú gæður Já. Svo pínu pirraður og þurfti að ringja aftur. There's Blomnana. Yes, hello, I was calling you earlier. Hi, it's better now. It's okay now? I hope so. Okay, I want to buy a book, many flowers, 30 Yeah? 30 roses for a birthday. Yes? My mother has a birthday. Yeah? Okay, so when I buy flower, when I get the 30 flower, Yeah? can you put it inside, pack it in for me? Yeah, I can wrap it in and do something nice for you, of course. Okay, so what option do you have? I have red roses. I have 28
you need exactly 30 roses, or... No, it's strange, now I don't hear you. I need 30 roses. 30 roses, I can... Is it today or is it tomorrow? No, I didn't hear you. I didn't hear you. I think there's something wrong with your phone. I don't hear you. No, I don't hear you, I'm sorry. If I come down? Yeah. Please come to the flower shop and we can do what you need. No, I don't hear you. I think there's something wrong with your phone. Hello? I don't hear you now, I'm sorry. I don't hear you. Okay, can you hear me now? No, I hear you now, yes? Okay, there's a phone and something wrong. There's something wrong with the phone. Okay, maybe I come down to the floor top. Yeah, please do that. Then we can talk and we can say No, I don't hear you. It's really strange, your phone. Or mine. I'm not sure if it's mine or yours. Okay, you will come down to the shop. We have whatever. No, I don't hear you. Hello? Okay. I don't hear you. Yeah, no, I don't hear you now. It's like your voice. I hear your voice, but I don't hear the words that you're saying. It's all... I don't hear you now. Hi. I don't hear you. You just have to come to the flower shop and then I can do something for you. Okay. Okay, yeah, come flower shop. Yeah, come to the flower shop and we just talk. Okay. Okay, bye-bye. Thank you. Það var ekki mikið til að gleiða okkur stundum. Hún var ríkalega almennleg þessi stúlka hann í blómabúðinni og þolinmóð. Verðum ekki gefinni það. Aldrei að vita að Pétur takir smá tong á gullöldinni í kvöld. Ég er persónulega alltaf að plata nýja. Þó hans ekki mættur hér í FM 95 Blöð í dag, þá verður hann þar klukkan 10 í kvöld. Höldum áfram upprifun hér eftir smá. Heitur Ásgeir Trausti og er að spila í höllinni í kvöld. Það eru tónleikarnir hátt í höllinni, veit að Rustfeld í stúku en það er einhverjir miðar eftir í stæði, þannig að það er að gera tjekk á því. Það verður örugglega einhver veislan. Það er á þessum tíma dags sem við förum alltaf í slúður í FM 95 Blöð. Það er sem ég er nú bara einn hérna núna að þá veit ég ekki, það er kannski eitthvað skrítið við að fara einn í slúðri en fyrir ykkur sem að þystir í eitthvað smá slúður að þá get ég sagt ykkur frá því að sonur David Beckham og svona ekki bara David Beckham, heldur Victoria líka hann er 10 ára gamall, hann heitir Romeo og hann er orðinn nýtt andlit Burberry það er eitthvað svona Burberry fyrir krakka hann náttúrulega ekkert seinna vætna en hann fara að vinna fyrir sér þessi drengur, orðinn 10 ára og spáið í luxus þetta er bara svona, hann er eins og krakkarnir hans Will Smith þetta verður ekkert vesen fyrir þessi börn. Ég veit að fylgir þessu einhverjir ókostir en aldrei var ég að fara að verða andlit Burberry þegar ég var 10 ára, það er nokkuð ljóst. Ekki það með fullri vinningu fyrir Kristjáni Blöndal pappa mínum, það voru kannski mesta líkur á því að andlitið á mér væri eitthvað svona bridge-auglýsingu fyrir eitthvað bridge-mót í Svíþjóð þegar ég bjóð þar. Ekki að ég fengi mikið fyrir það, en það var það ekki, ég var ekki að auglýsa neitt þegar ég var 10 ára. En hann er allavega orðinn andlit Burberry for kids. Og það er nú örugglega bara fyrir þá sem eiga sanda seðlum. Ekki er ég að fara að gefa frængu mínum Burberry. Svo er það Ben Affleck. Hann er á leiðin í pólitík, þessi snillingur. Og ég veit ekki með ykkur en ég einhvern veginn treyst honum. Hann er að spá ég að bjóða sig fram til þings. Og það er talað hér að hann geti orðið forseta efni fyrir demokrata og svona, eftir að sé síðustu myndir Ben Affleck þá einhvern veginn bara held ég þetta sé toppnáðingi, alltaf hrikalega góður leikstjóri, góður leikari en það því kannski ekkert endilega hann sé góður í pólitík en svo veit maður ekki. Þetta var alltaf smá slúðurhand ykkur. Ég ætla að halda áfram hér með upprifun á atriðum og talandi tónleika í kvöld. Það eru jólatónleikar út allt og við ákvaðum að gera okkar trailer hér í FM 95 Blöð og þetta er fyrir jólatónleika FM 95 Blöð sem að, voru nú aldrei haldnir en þetta var pæling á sinni tíma. Hlustum að það.
Kæru landsmenn, þá komið að því. Fjölmiðlamaðurinn og frostpinninn Auður Blöndal verður með sína árlegu jólatónleika í Hörpunni föstudaginn 14. desember. Ert þú? Og heldur svo norður á land og verður í Hofi laugardaginn 15. desember. Ekki allir í jólastöðu? Auður mun syngja öll sín uppáhalds jólalög. Jólasveinninn er að koma í bæinn! Jólasveinninn kemur í kvöld! Segja skemmtilegar jólasögur og æsku sinni ásamt því að fá til sín góða gesti. Er þau nema það? Ég sem þetta búin að byggja Gameboy jólagjöf frá foreldrinu sínum en ég fæ leik í Gameboyið minn áður en ég sé Gameboyin. Þannig að ég veit strax hver aðalgjöfin var. Af því ég var búin að sjá að ég var að fá leik í Gameboyið. Og eins og í fyrra endum við þetta á þríeykinu. Veit ekki hversu margir hefðu mætt á þessa tónleika, svo ég með þá ekki bestu söngur að landsins þarna og þær. En við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og höldum svo áfram með uppröðun af svona skemmtulegum atriðum sem hafa ekki verið spiluð áður, ekki verið endurflutt allavega. Og svo náttúrulega topp tónlist. Hei, þetta er FM. Jólasveinarleikur FM 957 og Jólagull. Er þú jólasveinin í þínum vinahóp? Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu. Ef við hringum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveinn það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þátttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af Jólagull. Skráðu þig og vin þinn eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að gleðja aðra. FM 957 og Jólagull í gylltum jólafíling. Kláraðu dæmið hjá okkur í desember. RC-kóla 149 krónur, Egils Orka 149 krónur, Trópi 330 ml 149 krónur, Græna kakan 299 krónur, 1011, fljótlegt og þægilegt. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Thule uppistandsserían á Gullöldinni, miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Auður Blöndal og Pétur Jóhann. Svo tekur Ingo Veðurguð við og heldur uppi fjörunu og lokar þar með uppistandsseríu Thule og Gullaldarinnar. Frítt inn og tilboð á barnum. Hreint vatn gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunar. Ný geggjöð Jack & Jones jólasending var að lenda. Kíktu á okkur. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. FM 95 á FM 95. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þetta er Disclosure hér í FM 95 Blöð fyrir ykkur sem voruð að stilla inn að þá er ég einn í stúdíón í dag. Pétur Jóhann Sigfússon forfallaðist á síðustu stundu, er heima með, litla strákinn sinn, nýja strákinn sinn, en hann verður mættur í kvöld með stand-up, þannig að ég hitt hann í kvöld og ég hitt hann ekki núna, en í stað þess að fá einhvern hinga á síðustu stundu, án þess að vera búin að undirbúa okkur eða neitt, að þá ákvað ég að vera bara með svona nettan best of þátt og er að spila hérna skemmtilega klippur sem hafa komið hérna í gegnum árið og það er komið að næstu og þetta er klippa sem er í miklu uppáldi af mér. Hann var með hérna í rúman mánuð, hann Sóli Hólm og ég held að ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að Sóli Hólm er með betri eftirhermum sem við eigum og það eru 2 í sérstöku uppáldi hjá mér þegar það kemur að sóla og það er Herbert Guðmundsson og Páll Óskar og ég bað Sóla að ringja sem Herbert og Páll Óskar í Sundhöllina heitir Reykjavík og segja að þið verða að fara að gera tónlistavídeó eða Herbert verða að fara að gera vídeó og verða með Palla með sér og hann ætlaði að leigja sundlaugina, eða sundhöllina. Skulum heyra þegar Páll Óskar og Herbert Guðmundsson ringja í Sundhöll Reykjavíkur. Sóli Hólm sem þeir, hlustu þetta að ég hefði mjög gaman að þessu. Sundhöllin, góðan daginn. Já, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn, Herbert Guðmundsson heiti ég. Blessaður, Herbert Guðmundsson. Blessaður, heyrðu, ég er að fara að taka upp músikvídeó. Ég hef enga tími í það. Nei, til að fá það til að leiki. Er ekki klárið það? Til að syngja með mér? Ég er
nú er ég orðin laglaus, sko. Já, heyrðu, ég að vinna frábært lag með Páli Óskari. Og mér langar svo að taka upp í Sundhöllinu. Við erum að vinna með frábæru fólki, Örlygur Smári að pródúsera þetta. Svo erum við með fleiri senur fyrir utan, við erum með hestasenu, Sigurbjörn Bárðar að redda hestum. Þetta verður ótrúlega flott músíkvídeó. Það er ein sena, því að lagið fjallar það er öll sundlokuð og þá ætlum við að fara inn í sundlug. Fara onni í sundlug? Já, fara að taka upp inn í og við erum að spæða að gera þetta inn í Sundhöllinni. Já, ég hef enga tíma, hér er allt fullt alla daga. En ég veit til þess að Hera fekk að vera þarna. Hvenær? Þegar hún tók upp Eurovision-myndbandið. Er þetta að gera þetta á nóttinni? Ég helst ekki, sko. En við göngum ótrúlega vel Já, mér er alveg saman. Það er ekkert brennivín, Palli drekkur ekki, ég drekka ekki, ég er á algjörum hápunkti mínu lífi, ég er edrú, það er ekkert rask. Ég hef ekkert hér á næturnar fyrir þetta starfsfólk að vera. Láttum bara fá lyklana. Ég ger það aldrei. En það ekki? Svo vaknar á botninu og ég er nú bara hengtur. Það eru sumir sem ekki það hrifnir að mér, það eru bara ánægðir með það held ég. Já. Býtu, talaðu Palla. Hæ. Er ekki séns að fá að vera þarna? Nei, ekki á næturnar. Það er bara slöst. Það sem að ég vil gera. Já. Ég vil fá að vera þarna í kringum stökkpallinn. Já. Í jakkafötum. Er það einhver möguleiki? Og með flott ljósasjó. Sko, þetta er miklu meina að segja. Ég fara að hafa fólk yfir þessu. Ok, við erum tilbúin að borga fyrir það. Þið verða að borga fyrir legun á lauginni. Bara anything, við borgum fyrir það. Já, þið verða að gera það. Alveg sjálfsagt. Og segið mig hvaða tíma það er og allt það. Hvað, hvernig er það að gera þetta? Palli, lefur að tala þessu það. Sko, það sem við vorum að spá, við erum að pæla að mæta kannski, þetta að gera selst á næstu 2 vikum. Er þetta kvöld eftir kvöld? Nei, þetta er bara 1 nótt. Já. Við erum að skjóta þetta í svona 13 tíma. Þurftum að vera mætti kannski klukkan 8 kvöld og vera að fara svona klukkan 9. Morgunin? Já. Það er sérslust, ég er búinn að leigja laugina á morgunin. En get ekki díla með ég bara þyng fyrir er þetta einhverju tímar eða? Já, ég er með skólasendi í laugin. Ég get komið að þungi fyrir krakkar einhvern tíman í tíma. Já, þú gerir það bara upp í skóla hjá þeim. Ég get ekkert leigt öðru laug sem aðrir eru búin að leiga. En þá frí, ég skal tala við þá, ég skal græja það. Það er ekkert. Ég skal tala við skólana. Og Palli getur komið að þungi á árita og Sigurbjörn Bárðar getur komið að teimt undir krökkunum. Við getum gert eitthvað flott úr þessu, ef við fáum bara að taka kannski 1-2 tíma í burtu. Og ég kom að þungi, hvernig er ástæðið hjá ykkur? Hjá okkur? Já. Við erum ekki með ástæðið. Litli jól, jólaborið, kom að þingja ykkur. Já, það er með, en þá er þið að gera eitthvað annað, Ég er með splungun í lag, þetta er Camilla. Ég held að hendi mjög vel. Ég er á fundi, getur ekki hringt á morgun. Neglum þetta bara, miðvikudagurinn næstu viku, 13 tímar. Hringdu mig bara morgun og ég tala við þið, það gengur ekki, sko. Ok, þetta er Palli hérna aftur. Já. Er séns að fá að gera þetta í næstu viku? Nei, ekki 13 tíma. En ef við tölum við, eins og hún sagði, ef ég kem að árita, því ég er að gefa út plötu um jólinn. Já, ég get ekki gert að því, elsku drengur, men hér er ég búinn að leigja laugina. Það sem ég vil gera, ég vil koma þarna og sína þessum krökkum, segja þeim frá að drekka ekki brennivín og ég er að gefa út heimildamynd mörk hjá krökkum. Þeir þurfa að sína mörk í kynlífi og ég get talað um þetta allt við krakkana. Það verður bara að fara í skólana. Og það er sem ég ætla að gera. Ég ætla að fara í skólana og ég ætla að tala þá. Ég get gert það í staðið skóla. Það er ekkert, okkur var það ekkert það hér. Reyna aðeins að heyra hún. Herðu, ég heyri betur í næstu viku. Ok. Þegar við komum með krúið og tökum þetta upp. Já, það verður ekkert röðust hér inn og tekið óundirbúið. En svo segi, ég díla mig í kringu, ég díla mig í gegnum þetta kallið minn. Gísli. Já. Gaman að heyra þér. Það var skemmtilegt símat með Sól og Hólm þar sem hann lék bæði Herbert Guðmundsson og Pál Óskar. Ég geti óskað þess að ég væri svona góð eftir Herbert eins og Sóli. Þá væri ég væri bara í þessu. Það var að tala eins og aðrir, menn hann má eiga það, þessi sundlega starfsmæður. Hann var grjótharður og alltaf ekki að fara að hleypa einhverju selupum hann inn í sundhöllina. Fáum upp á slæði mitt með Eminem. Sennilega mitt uppáhalds. Já, reyndar var ég gríðarlega hrifinn af Sten á sínum tíma líka. Það kom út
Þið að hlusta á FM 95 blöð, kæru hlustendur, vonandi eru komin í jólaskap, 19. desember, hvorki meira niður minna og já, jólinn bara á næsta leiti. Ég að rifja hér upp í FM 95 blöð, Pétur Jóhann forfallaðist á síðustu stundu og já, hann verður samt mættur í kvöld eins og ég komið áður inn á. Við verðum með stand-up á Gullöldinni sem byrja klukkan 10 kvöld að gera, koma og kíkja á það. En ég ætla að rifja núna upp eitt gamalt og gott atriði sem að Pétur tók hérna fyrir langa löngu og þetta svolítið sem Pétur var bara að gera fyrir okkur svepp á sínum tíma inn á skrifstofunni þegar við vorum í Strákunum. Þá var hann að hringja fyrir okkur út á land bara í bensínstöðar og biðja að taka hluti og tróða þeim upp í, já, þar sem að sólinn skín ekki og hann tók upp eitt svona símtal fyrir okkur hér í FM 95 blöð á sínum tíma og það var bílastæðasjóður. Ég ætla að spila það hér fyrir ykkur, hlustum aðeins á það. 95 blöð á FM 95. Reykjavík borg, góðan dag. Já, bílastæðasjóður. Já, get ég aðstoða þig? Já, ég með nokkrar skuldir, ég ætlaði að fá að semja það. Er þetta að semja eða svona lækka þetta? Þetta orðið svo mikið. Þetta þar, eða þú varst með margar? Já, ég veit ekki hvað eru margar. Er þetta að semja einhverja greiðsla á þessu? Það bara ekki hægt því miður. Er ekki hægt? Nei. Akkur ekki? Það ekki hægt að semja bílastæðaskuldir, sko. Ég sætti það, ég þarna með nokkrar skuldir. Ef þú flettir í þá ætti þetta að vera einhverjir pappírar. Já, gefðu mig kendilu. Ég ætlaði að biðja þig að gera mér annan greiða. Já. Að taka bara alla pappírana. Já. Sem viðkoma mér og kannski bara alla pappírana sem eru á borðinu fyrir fram að þig og tróða það í öllu upp í raskat hjá þér. Ég ekki með neina pappíra, því miður. Tróddu því öllu upp í raskat hjá þér. Hvað? Hún ekki með? Hún var ekki með neina pappíra. Hvíslast þetta til? Ég vissi sér þetta. Hvað það láta mig gera maður? FM 957 mælir með Nintendo Wii U frá bræðrunum Ormsson, Lágmúla 8. Þar fæst einnig frábært úrval af hljómtækjum, leikjatölvum, myndavélum og einnig fjölbreytt úrval af heimilistækjum. Fyrstu vel með í vikunni og þú getur nættir í einstaka þessari nýju viðbót í Nintendo fjölskyldunni. FM 957 og Nintendo Wii U. Gleðileg jól. Það eru tvöfaldir N1 punktar af eldsneyti á N1 í desember. Það eru tvöfaldir N1 punktar af eldsneyti. Tvöföld jól. Tvöföld jól. 1 punktur 1 krónu inneign á N1. N1. Meiri jól í leiðinni. Túle uppistandsserían á Gullöldinni, miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Auðun Blöndal og Pétur Jóhann. Svo tekur Ingo Veðurguð við og heldur uppi fjörunu og lokar þar með uppistandsseríu Túle og Gullaldarinnar. Frítt inn og tilboð á barnum. Monitor kynir, hátt í höllinni, stórtónleika Laugardalshöll í kvöld. Ásgeir Trausti, Hjálmar, Moses Hightower, Valdimar, Jónas Sigursson og Kiriyama Family. Uppselt í stúku, tryggðu þér miða strax á miði.is. Nokia Lumia 920 á jólatilboði í verslunum Símans. Skjárinn tærarinn fegurstu grílukerti og GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í Símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim á lönd. Gleðileg nettójól. Brjál jólatilboð í GAP Faxafinni. Sleðar og þotur á afslætti núna. GAP.is. Ný risa Víla jólasending var að koma í hús. Þér boðið Víla, Kringlunni og Smáralind. FM 95 blöð á FM 95.
of Monsters and Men með Mountain Sound. Hér á FM 957. Við erum svona að reyna að stytta ykkur stundir þeir sem í jólatrafíkinni. Hér með svona besta ár FM 95 blöð. Þar sem að litli hobbiti minn Pétur Jóhann datt út hér á síðustu stundu. Hann heima með litla strákinn sinn. En það komið að næsta atriði og ég held að ekki farið fram hjá neinu sem að fylgist með FM 95 blöð. Við erum búin að vera að stríða Ingo Veðugvöð núna síðustu vikur. Ég held að þetta sé orðið 5-7 skipti en höfum ekki gert neitt síðan að við fengum Sigga Storm með okkur í lið. Þá ringdum við beinni útsendingu bæði í Sigga Storm og Ingo Veðugvöð og leitum línurnar saman. Þetta gerðum við hér daginn og höfum eiginlega svona Bury the Hatchet síðan. Við skulum rifja hérna eins upp þegar við fengum Sigga Storm með okkur liðið til þess að stríða Ingo Veðugvöð aðeins og hann talandi um Ingo Veðugvöð þá hann einmitt á Gullöldinni í kvöld líka trúpar strax og eftir okkur pjesa. Tekum aðeins á því. Komið þið sæli, Siggi Stormur hérna. Siggi Stormur? Hver þetta? Herru, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 blöð. Ertu ekki að grína? Nei, það eru tveir harðir hér á föstudegi. Já. Er það djúpalægðin sem eru að náðið sem eru að spáði? Ingo Veðugvöð? Já. Sæll og blessa, hvað segir þú gáttunur? Já, bara feskur, það er ekki laðnir. Við erum góður, við erum að ringja núna til að Bury the Hatchet. Já, það er komið gott í billi. Ingo Veðugvöð? Er þetta Ingo Veðugvöð? Já, hann er á línunni. Já, það er blessað. Er ykkur annar á línunni, eða? Hvað segir þau? Er ykkur annar á línunni og meðan, eða? Já, your arch rival. Your enemy. Þetta er Siggi Stormur hérna, blessað, gaman að heyri þér. Siggi Stormur? Já, ertu ekki Veðugvöðinn? Hvað, er þetta enni liðin sem var að fyndin núna? Nei, hvað er þau? Við erum að Bury the Hatchet hérna. Við ákvæðum bara að það sem við eigin vorum að spá í er mikil samkeppni á milli svona manni eins og ykkar sem spáum mikið veðrun. Æðin í alveg. Já, ég meina, veður hvað tíðir ákveðið og hérna ég bara, ég meina, hefur áhuga á veðri, ertu svolítið klár í þessu? Þau minn almáttur, Trú ekki að þessi komið í þetta, Ég var nefnilega að skoða þetta lagðina Söra Grænlandi sem núna er inn í kortunum og lagðadræðið sem að kemur til Íslands annað kvöld. Ég var svona, hvernig líst þér á þetta? Nei, ég minna Stormur, eru þeir að ringi þig og biðja þig að vera með þetta djóka? Ef þú hefur verið að hlusta það sem har þetta búið að vera núna 11 vikur fröð, þá allir hættir að hlæja, fyrst að bara hausinn þetta byrjar, Og í alveg, er þetta kveikindi? Já, ég meina, þú getur fundið þetta á netinu, skilur, og þeir eru að hlæja, þeir eru tveir að hlæja þessu sjálfur. Ég fann ekki en ertu svolítið svona, þú veist að því heiti Veðugvöð, ertu svolítið áhugasamur veðurfræði og... Nei, ég meina, þetta er alltaf bara hljómsveit, sem maður ríðust og hérna, svo byrjar þetta sem svona saklaus grín hjá okkur bæskop og halda þeir áfram og ekki enda. Þú meinar, ég get bóðið mér vantar nefnilega aðstoð á verðardildinni hjá mér í mínu litla fyrirtæki, ég get bóðið vinnu. Ekki, ég meina, þetta er ekkert fyndið, ég finnst þetta ekkert fyndið. Ingo, hefur engan svona ánalsgríns, hefur engan áhuga á veðri? Nei, ég meina strákar, þetta er bara hljómsveitin, skilur, ég meina, þið vitið þetta alveg. En á hverju Veðugvöðin? Ég held að vera búin að spá eitthvað í þessu. Maður munið ekki eftir lagin hérna, veðurfræðingar ljúa, tekur það aldrei á Í alveg, tekur það ekki einu sinni? Nei, ég tekur ekki, þetta er alveg orðið illa freikt, ég bara... Við erum að hlusta hér á Ingo Veðugvöð og Sigga Storm í beinni útsendingu að ræða málinn. Þetta er ekki hægt, sko, Siggi, ég ætti að heyra að ringja nú okkur föstudegi. Nei, við erum að hætta núna, þetta var síðasti. Nú erum við svolítið að klára þetta. Ángríns, Ingo, ég lofa, við erum að Bury the Hatchet núna. En þú mátt náttúrulega ekki fara að taka með vinnuna, sko. Það ég minna, þú veist, hvað ákveður á ég lifa? Ég kann ekki að syngja. Nei, hvað, Siggi, erst þú næstur að fara að ringja mig núna vikulega með eitthvað svona djóka? Sko, ég hef komið með símanúmeri á GSM-ið. Já, ég menna, Lúíku, þetta var að finna. Við veitum að leiða ykkur að spjalla bara. Þessu höfðum við Egill virkilega gaman að. Þetta var Siggi Stormur og Ingo Veðugvöð. Sveimi, það eigum við ekki einn Ingo the Weather God upp í erminni. Ég trúi ekki öðru. Það verður erfitt. Það sem við erum búin að rekja hann sjösunum og hann þyrfti að vera, vel eftir á ef hann væri ekki farin að gruna eitthvað. Það þarf að vera eitthvað svona eins og með storminn. Það þarf að vera eitthvað, bara hann getur ekkert komið sér frá þessu. Ég held að vera erfitt að plata hann. Við þurfum að fá okkur með okkur lið. Ég ætla að hugsa þetta eins. Það verður kannski ekki núna föstudaginn. En sveimi þá eigum við geit Weather God undir our sleeve. Fáum við nú eitt, svona skemmtilegasta jólalag á stöðinni. Það
U2 og félagar með The Christmas Baby Please Come Home og þetta kemur allavega mér í jólagýrin. Að henda einn besta föstudagslæginu hér í þessari upprýðun og talandi föstudagslægi þá verður nú fyrst press á Svessa næsta föstudag þar sem að hann ætlar að taka She's Gone með Steelheart. Hann búinn að lofa okkur agli þannig að hann getur ekki farið að svíkja það og ég hugsa að það sé eitt erfiðasta lag sem að bara nokkur söngvari getur sungið. Það er mikið að öskrum og gæti orðið veisla fyrir okkur og ykkur kæru hlustendur. En ég ætla að spila þetta núna aðriði, gammalt og gott, sem er í miklu uppáldi af mér. En fór nú ekkert víða. Þetta var þegar Ari Eldjárn mætti hérna til okkar Péturs einu svona á miðvikudegi. Og þeir eru nú báðir góðar eftirhermur. Pétur farið á kostur sem Jón Ásæll og ég held að besta eftirherma bara Íslands fór upp að sé Ari Eldjárn sem Bubbi Mortens. Maður sem getur platað umbósmanna sem hann talaði okkur með einasta degi. Það segir sitt hversu góð eftirherma það er. Og ég bað Pétur að vera Jón Ásæll og bað Ara Eldjárn að vera Bubba Mortens og þeir tóku hérna smá spjall í stúdíónu. Við skulum heyra þessa tvo snillinga ræðamálin sem Jón Ásæll og Bubbi. Þú ert hellinga eftir hermum, Mari, en svona mínu uppáhalds er Bubbi og mér langaði að dobla ykkur ef að Pétur Jóhann, ef þú tekur Jón Ásæll og Bubbi mæti til hans, Ara Eldjárn og Jón Ásæll er að ræða við Bubba af hverju að Bubbi er hættur á Facebook. Ertu til í það, Ari? Af hverju er hann hættur á Facebook? Já, sást ekki þá í yfirlýsingu daginn? Jú, hann er hættur aftur. Já, þú er alveg hættur það. Já, heyrðu það, við finnum eitthvað út af því. Ok, maður sjá, þá er þetta hérna Jón Ásæll og Bubbi Mortens. Maður heyri ykkur. Já, ég þarf að koma mér aðeins síðan, sko, það eru hérna, þetta er við að pottur brotin Ásbjörn og það er flóið ansi hátt þetta stóra Facebook-málið, svo við förum ekki dýpra í það. Af hverju hættur þú á Facebook? Já, sko ég er þannig að ef ég segi eitthvað, þá hlusta margir og ég er að segja þetta bara við vini mína á Facebook og segja eitthvað að það þarf að laga þetta. Þessu er bara slegið upp sem fréttdaginn eftir og ég bara fekk leið á því. Já, þannig að þetta hefur ekkert með trúmálin að gera, Bubbi. Hæ? Þetta hefur ekkert með trúmálin, þú trúaður aður, eða ekki? Jú, ég trú á liti, ég trú á liti í fólki. Þú ert með bjartan lit og ég trú á nærveru og það góða og ég trúi bara á mjög margt. Já, þannig að það er það sem heldur þér á jörðinni, Bubbi, er það ekki trúmálin? Jú, bara hógværðin. Maður er bara pínulítill kall mitt á milli þess sem maður er risastór í einhuga og maður reynir bara horfast í augu við það Já, og svo kemur þú hérna reglulega á ægisíðuna að fleita kettlingar. Hver er sagan á bakvið það? Það var gamall kall sem hétt Siggi Jonna og hann kendi mér að fleita kettlingar og ég safnaði elspítum fyrir hann og fleira og þetta var svona skrítinn kall karakter og rosalega mikið í hans bunnið og rosalega myndalegur þegar hann var yngri. Hann kendi mér þetta að fleita kettlingar en ég hélt alltaf að þetta héti bara sko að fleita eldingar. Ég misskildi það og ég ger alltaf svona BOOM hljóð þegar ég gerði það sko og geri það ennþá út á ægisíðunni. Komið sæl og blessun eins og við segjum. Við kveðjum Bubba Mortens, þar sem honum líður vel, fleitandi kettlingar á ægisíðunni og segjum þetta gott í bíli. Ég geti hlustað á Ara Eldjárn tala sem Bubbi Mortens í allan dag, en þetta var eitt gamalt og gott hér í FM 95 Blu. Förum mjög stutt skilabóð og höldum svo áfram. Hlýja fylgir gömlu góðu ullarteppunum frá Geysi. Nú eru þau á hátíðarverði. Opið til klukkan 10 í kvöld í verslun okkar á Skólavörðustíg, Geysir, Skólavörðustíg 16, Geysir Akureyri og Geysir Haugadal. Jólainnkaup, skemmtun, veitingar og afþreying. Smáralind býður upp á allt sem hugurinn girnist. Sjáumst, Smáralind. Gefur þú bók í jólagjöf? Ertu kannski einn af þeim sem gefur 50 bækur í jólagjöf? Hættu þessu gauði. Gefðu bókaverslun. Epli.is, Laugavíi 182 og Smáralind. Geimstöðin Kringlunni er með mesta tölvuleikja úrval landsins. Allir nýjustu leikirnir og allir hinir líka. Geimstöðin Kringlunni, atvinnumenn í tölvuleikjum. Jólagjafir fyrir alla fjölskylduna í Intersport. Mikið úrval af sniðugum gjöfum á frábæru verði. Það er sport að spara í Intersport. Thule
Uppistandserían á Gullöldinni. Miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Auðun Blöndal og Pétur Jóhann. Svo tekur Ingo veðurguð við og heldur uppi fjörunu og lokar þar með uppistandseríu Túle og Gullaldarinnar. Frítt inn og tilboð á barnum. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is. Flottar vörur fyrir dýrin þín. Dýrabær, Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim og lönd. Gleðileg nettójól. Brjáluð jólatilboð í GAP faxafinni. 2 fyrir 1 af völdum mongúsreiðhjólum. GAP.is. Þú getur versla jólagjafirnar heim í stofu í vefverslun elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Erum að taka upp meiri háttar Outfitters Nation jólasendingu. Outfitters Nation, Kringlunni. Áskrifendur Stöðvar 2 fá í desember aðgang að óvæntum klæðningi á netfrelsinu. Þar geta áskrifendur hort á allar þær íslensku þáttaraðir sem hafa verið á dagskrá Stöðvar 2 í haust. Einnig verður jólapakki í boði á netfrelsinu, þar sem áskrifendur geta notið jólaefnis úr safni Stöðvar 2, sem kemur öllum í sannkallað jólaskap. Horfðu á Stöð 2 í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni, hvar og hvenær sem þér hendar. Stöð 2, skemmtilegri með netfrelsi. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það eru jólin, öruglega margir núna stættir í bílnum sínum á leiðina að versla jólagjafir. Gangi ykkur vel með það allt saman. Ég keypti fyrstu 3 gjafirnir í gær og ég er ekki frá því. Ég komst bara í smá jólaskap við það. Fara að versla jólagjafir. Allt stappað allstar og bara svona stemming. Maður kemst í eitthvað jólafílingu leiður maður byrjar að versla gjafirnar. En 3 búnar og ég held ég einhverjar 6 eða 7 eftir, þannig að maður heldur áfram í kvöld og á morgun. En við ætlum að halda hér áfram með upprifin og það er komið að næsta lið. Og ég ætla að spila núna fyrir ykkur þegar við Pétur Jóhann fórum í hermikrákuna í fyrsta sinn. Og já, hún var ansi skemmtileg, tekum á þessum. Þetta barni í sér sérstaklega þegar maður er komin á þennan aldur. Já, og líka... Það er að tala fyrir sjálf mig, sko. Að vinna í flip-þætti eins og þessum. Já, einhver fíbla gangur alltaf. Hvað heldur þú? Það sem við ætlum að gera í dag er nýr liður. Það sem við ætlum að gera núna, þarf að segja, nýr liður sem heitir hermikrákan. Og, já, verður held ég, þetta getur ekki farið vel. Þetta er einfaldar reglur í þessu eins og öllu sem við höfum gert, sko. Já. Við hringjum eitthvað. Og mátt ekki segja neitt nema bara það sem að gæinn segir. Já, eða viðkomandi aðili sem hann svarar í síma. Má það að herma eftir öllu? Það herma eftir öllu. Ef við kemur bara að dekkjaverkstæði, þá voru þú að segja dekkjaverkstæði. Ok. Á ég þá að ringja á dekkjaverkstæði? Nei, hvað bara, þú maður draða maður. Þú maður ringja sko þess vegna bara í krónuna í eitthvað stað. Í Mjóddinni? Já. Já, ég ætla bara, ok, fyrst þú sagði, ég ætla að ringja í krónuna. Já. Krónan Akranes. Já. Það verður áhugavert. Bara passið ykkur að skíti ekki í ykkur og láti. Ég veist að einhverju byrjaði þar. Krónan? Krónan? Já. Já. Augnablik? Augnablik? Já. Já. Þetta er krónan. Þetta er krónan? Já. Já. Halló? Halló? Já, hvað get ég gert fyrir þig? Já, hvað get ég gert fyrir þig? Nei, það er farið. Það er farið. Það var þeirra ekki skemmtilegt. Henni? Hún fattaði bara þegar hún sagði, hvað get ég gert fyrir þig? Það fattaði, þetta er fáviti. Ég reyndi samt að leika með hann með röddinni, ég myndi ná hann aðeins. Já, það var einmitt eitt sem ég fór á spá, sko, og meðan hún var stað þessu. Já. Hvort maður eigi að gera þetta svona hí á þig, skilur við? Já. Skilur við krónan? Eitthvað sann. Nei, ég veit. Taktu það, verðstu með hí á þig. Hvert það er hingja? Svona hí á þig, rödd. Bara eitthvað maður, krónuna líka. Ljósmynd, aðra krónu? Nei, eða bara, hún maður draga. Vilt þú fá ljósmyndastöðu núna? Eða viltu fá eitthvað svona léttara fyrirtæki? Já, prófum ljósmyndastöðu. Það er örgulega rólegt að gera það og menn pyrraðir. Já. Menn vilja meiri business. Jólin það er of langt í jólin. Ljósmyndastöðu Suðurland. Selfossi með þessa? Já. Vilverk. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn.
Þetta inn í Bílberg? Já, varstu það ekki að ringi mig, eða? Já, varstu ekki að ringi mig, eða? Hver er þetta með leiði? Hver er þetta með leiði? Það er ekki alveg átt að maður þessu. Það er ekki alveg átt að maður þessu. Herri, jæja, kallinn minn. Herri, jæja, kallinn minn. Hvað segirðu? Hvað ætlar að gera? Hvað segirðu? Hvað ætlar að gera? Láttu ekki svona. Láttu ekki svona. Ég er aldrei að fólk hérna fyrir aftan mig. Ég er að ágreiða fólk hérna fyrir aftan mig. Hvað? Hvað? Hafþór, hættu þessu. Hafþór, hættu þessu. Herru, hringdu mig aftur seinna. Ég er aðeins að klára smá. Herru, hringdu mig aftur seinna. Ég er aðeins að klára smá. Akkur lendi ég alltaf á svona grilli, maður. Hafþór. Hafþór, hættu. Það er alltaf einhverju. Það er einhver Hafþór sem er alltaf að grilli í þessum. Já, þetta var svona nett bara beggi. Já, þetta var stemdi næstum því í það. Þessi leikur var skemmtilegur, ég held hann er því, ég var að viðkynna. Já, skemmtilegur. En viltu enda þetta, þessum á rúsínu í pilsuendanum, að ég hringi eitthvert, hún segir eitthvað, eða hann, ég, svo þú. Já. Þannig að við hermum, ég herm eitthvað og þú eftir mér, fattar þú? Já. Já, prófum það. Þetta er gaman? Já, þetta er æði. Finnst þetta ekki gaman? Æði. Það er svo gaman í þessari vinnu, maður. Ég er að ruggla í liðinu. En við verðum svo auðvitað að fara að bæta okkar ráð og þroskast aðeins. Fara að gera góðverk. Fara heim til allra sem við erum búin að stríða og þrífa heima þeim. Ég er til, já. Þetta er til í það? Ok, endum þetta á ljósmyndastofu Ruddar. Já, mér líst þér á það. Þannig að hún segir eitthvað, ég herm eftir og þú hermir eftir mér. Þannig að við tökum svona doppulán. Ok, mér líst, vá maður, þetta verður eitthvað. Þetta getur orðið rugg. Ég myndi ef þú ert að keyra bíl, ég myndi fara út í kant. Já. Ljósmyndir Ruddar. Ljósmyndir Ruddar. Ljósmyndir Ruddar. Halló. 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 Hver er þetta? Hver er þetta? Hver er þetta? Halló. 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 Hver er þetta? Hver er þetta? Hver er þetta? Þetta er creepy. Það er búin að skemmt á sig. Þetta er creepy. Það er ótrúlegt að hlusta á þetta. Annar okkar er 32 og hinn er 40 ára og þetta er ótrúlegt megið virðast en við höfum svona gaman að þessu. Vonandi hafið þið það líka. Það er komið núna að honum Jónasi Sigurðssyni og þetta lag er í miklu uppáhaldi af mér. Það heitir Hafið er svart og er bara með svona flottari íslensku lögum sem eru heilt lengi. Hlut af þessari bara sveiflu sem er í gangi. Íslensk tónlist í dag hefur sjaldan eða aldrei verið betri heldur en einmitt í dag. Jónas Sigurðsson hér með Hafið er svart. Virkilega flott lag. Hér á ferð. Við erum í smá upprifun hérna núna í FM 95 Blöð. Pétur heima með syni sínum og komst ekki í dag. Og ég frétti þá síðust stundu þannig að það voru góður á dýr og erum við með svona netta upprifun í staðin fyrir að fá okkur hérna á síðustu stundu og vera ekki með neitt undirbúi. Pétur verður hins vegar mættur á Gullöldinni í kvöld klukkan 10 sem við ætlum að reyna að skemmta að landanum en ef að þið eru með einhverja hugmyndir kæru hlustundur að einhverju sem þið vilja heyra hvort sem að bara óskalag eða einhver óskaliður sem hefur verið hér í FM 95 Blöð þá erum að gera syngja 511-0957 eða senda inn á Twitterinn hjá mér og við höldum áfram að spila það að styttist hér í 2 harða. Ég ætla að spila það skemmtilega klippu með 2 hörðum hér eftir örskamastund ásamt því að spila besta trubla símtali. En áður fyrir mig það þá ætlum við að hlusta hér á hana Ríhönnu með Russian Roulette. Þetta er eitt gammalt gott með þessari stúlku. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Öðu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egilsmalt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius.
Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Gefðu gjafabréf á Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Jólin að koma, jólunum gaman. Jólin hátíð, smattir eiga saman. Með völdum snjalltækjum hjá Vodafone fylgir veglegur jólapakki. Fáðu tónlist, gagnamagn og snjalltækjanámskeið í kaupæti og gerðu góða gjöf enn betri. Vodafone. Kalkún, konfekt, kræsingar og kostakjör jólin. Í Netto. Jólasveinar athugið. Það alltaf auðvelt að bjarga málunum ef eitthvað vantar í skóinn handa þægum krökkum með því að renna við á N1, jafnvel á síðustu stundu, hvar á landinu sem er. N1, meiri jól í leiðinni. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Gefðu skemmtilegustu jólagjöfina. Gefðu gjafabréf af 1 metr af bjór á English Pub. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalaun Björg í Mjóddinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalaunni Björg í Mjóddinni. Nánar sérkjör til vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott blátt hrísgrúnunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Já, þeir að hlusta hér á FM 95 blöð og við erum hér í upprifun og það komið að næsta atriði og þetta fyrsta truflaða símtalið okkar Sveppa. Þá hringdi við í blómabúð í Reykjanesbæ og Sveppi var að reyna að panta fyrir einhverja veislu og ég átti að vera að trufla símtalið eða svona vera að koma inn á línuna á meðan. Skulum heyra hvernig þetta gekk alltaf. Remaland, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég var að hringja hérna frá veisluþjónustunni og mér vantar svo blóm, ég með jólahlaðborð. Já. Og ætlaði svona aðtóa hvaða möguleika þið getu hjálpað mig með. Ok. Sko þetta Áttu ekkert að hringja mig. Þetta stór salur, þetta er 100 manna salur, þetta í yfirsölunum. Já. Og þetta hringborð. Þú ert alveg hættur að hringja, Fóli. Þetta hringborð sem maður þyrfti að skreita kannski með einhverjum svona látlausum blómum. Já, ok. Ertu að tala um einhverja aðra konu, Fóli? Halló? Já, halló. Já. Erum við 2 á línunni eða hvað? Ég veit það ekki. Ég hringdi nú bara í þig, sko. Já, ok. Það svo einhver annar komið hérna inn, sko, hjá mér. Já, ég heyri ekki neitt, sko. En Já, þetta eru bara, sko... Ég ekki neinum fötum. Það sko, jólarósirnar eru náttúrulega oft svona klassískar. Og ég að hugsa þig. Það svolítið fallega Mér langar í þig. Þú veist það, Fóli. Sko, ég nefnilega, þetta sko... Ég nöðróll og skell. 7. des, sem laugadagur. Ég ætla að kíkja hérna, ég nú með plani hérna eitthvað staðar. Já. Ekki planið að koma og hitta mig? Sko, ég nefnilega, þetta Klæða mig úr og kissa með alla? 100 manna veisla, sko. Það ég haldi. Ertu að hætta mig? Halló? Ég bara, heyrðu. Já. Það einhver á línunni hjá okkur sem alltaf að gemma fram í. Nú það? Já. Ég á ekki það einastar, þú heyrir þetta ekki, þetta er bara ég sem heyrir þetta. Já, ég heyri svona eins og sé eitthvað svona pínu suð undir, svona eins og... Já, þú getur gert... Kott og fylltu mig svo kalkún. Halló? Já, halló. Já. Heyrðu, við erum að tala í sambandi veisluþjónustu. Ég ligg þetta með lapirnar uppi. Já, veisluþjónustan, sko. Já. Og vantar smá fyllingu. Þetta eru 10 manna borð. Já. Og sitja og eru 10 borð, 100 mann, sko. Mér langar svo í því, þú veist það. Það sko... Akkur gerur ekki það sem ég byrði Halló. Já, halló. Heyrðu, má ég hringi í þig? Já, sko, þú getur nú gert það. Ég alveg tilbúin. Mér finnst þetta alveg rosalega, það bara eitthvað rugl í gangi þarna, sko. Já, það? Hvernig rödd er þetta? Er eitthvað að slá saman?
Þetta er konurödd sem Kott og fylgdu mig. Heyrðu, gefðu mig númerið þitt til að bara leggja á hringi eftir. Já, hvað? Ég er að hita súkkulaði, viltu ekki setja á líkama minn? Nú er ég farin að heyra, sko. Það ekki? Nú heyri ég eitthvað svona suð, svona, eins og hvað er númerið þitt? Má ég vera íspinniðinn? Hvað sagðirðu, ég ætti að vera íspinniðinn? Ég á ekki það einast orð. Þetta er nú meira ruglið. Má ég vera sleikjóðinn? Nei. Jesús minn góður. Ég ætlaði nú bara að fá blóm. Heyrðu, má ég hringi í þig, hvað er númerið þitt? Sko, ég er í sem sagt, Ímyndar í sig ísmengríti. Síma. Þetta gera svo vel að fara af línunni, þetta er mjög ósmekklegt. Já, halló. Komdu þér af línunni. Já, burt af línunni. Já, bara burtu með þig, sko. Já. En ef þú tækir, sko, 10 jólarósir, ef við erum að tala það kostar 1990 plantan og þú gerir... Ég er að bráðna eins og ostur. Halló. Já. Viltu narti mig? Nei, það er eins og þú sért að segja þetta. Heyrðu, gefðu mig númerið þitt. Borðaðu mig. Halló, ert þú að segja þetta? Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað annarlegt í gangi, sko. Þetta er bara... Mér langar að vera sósan í samlokkun ykkar. Ert þú að segja? Er einhver hérna hjá þér, eða? Nei, það er engin... Þetta er bara eitthvað sem er á línunni hjá okkur, sko. Er þetta eitthvað að slá saman? Já. Er þið ekki eitthvað að fíblast þarna? Nei, í blómbúðinni? Já. Nei, getur ítt þess. Nei. Ég er ekki í neinu. Ég á ekki það einast að tappa. Komdu hérna að hlusta á þetta helvítið spögg. Það er önnur stúlka hérna hjá mér sem er í búðinni. Já, hún er að hringja? Halló? Já, halló? Já. Já, ég var að tala við hann út af, ég er með, hérna veislið þjónustu, með 100 manns í mat 7. desember og með svona kringlótt borð. Já, ok. Og ætla að fá það er ykkur annar á línunni. Hæ? Það er ykkur annar á línunni. Heyrðu það? Já. Hvernig? Það er bara talað inn á. Má ég vera flaskastóttarinn? Halló? Herðu, megum við skella á og ringja aftur. Má ég vera tappið hinn á flöskunni, eða? Heyrðu þetta? Hæ? Heyrðu þetta? Ég heyrði bara eitthvað svona óm. Skrúaði mig af. Já, tappið á flöskunni. Nei. Skrúaði mig af. Halló? Nei, skrúaði mig af. Heyrðu hvað hann er að segja? Ég vill ekki vera tappið á flöskunni, ég vill vera tóm flaska. Ég það ringi við, hvað er síminn hjá þér? Halló? Ég vill vera tóm flaska. Hvað er síminn hjá þér? Fylltu mig af rjómasósu. Toppa? Já. Þorbjörg? Má ég vera tappið? Eða ég vera tóm flaska? Halló? Við verðum að hringja í þær. Já, við hringdum í þær stúlkunnar og þær tóku bara vel í þetta þarna í blómabúðinni í Reykjanesbæ. Enda skemmtilega stelpur þarna verðum, það heyrið það nú bara í símtælinu. Það er komið mjög vinsælt lag hér á fóninn, það heitir Hvíti skór og er með Blas Rokka og Ásgeiri Trausta. Þetta er Beggi Sóldök hér með Þar sem jólin bíða mín. Kullegt jólalag hér á ferð með honum Begga. Klukkan er rétt rúmlega 5:30 og þið að hlusta á FM 95 Blu. Vonandi hafið það smatra best að núti hvort þið eru heima okkur eða í bílnum í jólatrafíkinni. Fann að þingjast umferðin í borginni allavega. Söðukröki líka öruglega. Margir á rúndinu núna. Menn á leiðinni skaffa og kaupa gjafir og svona. Ég þekki þetta er trafík. En það er komið að næsta atriði og það er Tong-vinnu minn sem hefur nú verið í smá pási í FM 95 Blu eftir að sjónvarpsauglýsingarnar með honum duttu í gang. Og þetta er eiginlega einn af mínum uppáhalds-Tong. Það var þegar hann hringdi á BSI og vildi bara ferðast með rútu og ég lendi í bara nettu rifrildi við starfsmann hjá BSI. Skulum heyra Tong rífast við starfsmann BSI. Tökum hann. Chemist the BSI, Margaret. Speak English? You speak English, yes. You speak English? Oh, okay, it's okay. Yeah. Yes. Okay, so you are bus. You are bus station. Yes, this is at the bus terminal. Okay, so if I want to take a bus to Borgarnet, yes. You understand Borgarnet? Yes. Can I get a bus from your station? You can do that, and you can take a bus at Mute. Yeah, that's okay. So we are 2 people. Can I buy a ticket now? For two people and one dog. You need to come. Excuse me. You need to come to the bus terminal and buy the ticket. Oh, okay. It's no problem. I do it. But okay. It's okay to bring one animal, one dog. Excuse me. I would need to ask you to call the company that does this driving. That's Berna, and the telephone number is 551.
Can you write the telephone number down? Because we don't drive to Borgarnes. I don't understand. You said you told me you drive to Borgarnes. No, I did not tell you. I said that there was a bus coming. You don't want my business. You don't want my business. Excuse me. You don't want my business? It's okay. No, you tell me now. I was not talking about that. I said that... Is it because I said I have a dog? You would... Excuse me. May I finish my sentence, please? It's no problem. If I can't bring dog... We don't try... If you listen, this company you are talking to now... You don't have to raise words on me. It's not driving to Borgarnes. Okay. There's another company stationed at BSI that drives, and I was just going to give you that number. But you told me you drive to Borgarnes. No, I did not. You must have misunderstood because I did not tell you that. I did not misunderstand anything. Sorry, do you want that number or not? Yes, but I can't understand. Why you tell me? You tell me. I tried to. Tell me. Sorry, sir, but I did not tell you that I was going to Borgarnes. Did you say? That was. Sorry. Do you want this number or not? I want you to understand that I ask you. Do you take me to Borgarnes? Yes, no. Then I tell you about a dog, and then we have a problem. No, I did not. This is... Is it because I have a dog? This is a misunderstanding, because I never told you that I was... I'm not understanding anything. To Borgarnes. I'm not understanding. We take a day tours. Are you telling me? We go to the fly bus, but we don't drive... Are you telling me I'm misunderstanding? There's another company here stationed that drives to Borgarnes. Do you want that number? You told me you speak English. I never told you that we drive. You don't speak English. Please listen to me, sir. You don't understand anything. Don't you understand what I tried to tell you? You don't understand me. That's the problem. You told me you understand English. If you just call that number, I'm going to give you, and that's okay. What time does bus go? I don't know. Because we don't drive there. You are bus company? We are not that bus company. No, we drive day tours. You don't want my money. I have money. I can pay. That's good. You just call the company that drives to that... Yes, it's because I have a dog. Hello. Are you... If you hear me, if you still hear me, the telephone number is 551... Yeah, no problem. Thank you. Hello. Þetta er joke. Hvað segirðu? Þetta er gamli góði Tongin. Hann var brjálaður, hann er ekki að pressa hann í sjónvarpsauglýsingunum hjá Stöð 2. Svona ætli að hafa Tongin minn, hann á að vera pirraður og svona með allt á hotnum sér á nóg pening og spyr hvort að fólk vilji gjöruglega hans business. Förum hér í auglýsingar og höldum svo áfram. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Fá þér físlétta næfurþunnan örheila. iPad. Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Í jólapakkan, fótboltar, handboltar, körfuboltar, verð frá 1990 krónum. Úrvalið er í Útilíf. Höfum opið til klukkan 10 í kvöld. Komdu inn í hlýjuna. Kringlan af öllu hjarta. Tónlist, gagnamagn og snjalltækjanámskeið er í jólapakkanum sem fylgir völdum snjallsímum hjá Vodafone. Jólin að koma, jólunum gaman, jólin hátíð, allir eiga saman. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Hangilæri, hunang, kræsingar og kostakjör í Netto auðvitað. Jólin. Monitor kynir. Hátt í höllinni. Stórtónleika Laugardalshöll í kvöld. Ásgeir Trausti, Hjálmar, Moses Hightower, Valdimar, Jónas Sigurðsson og Kiriyama Family. Uppselt í stúku. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Höfum jólin skemmtileg í ár. Tölvuleikir og meiri tölvuleikir. Geimstöðin Kringlunni. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott.
Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þetta Calvin Harris og söngkonan Florence Welch hér með lagið Sweet Nothing. Við halda áfram hér upprýðunni úr FM 95 Blöð. Og það komið að atriði með 2 hörðum. Þetta þegar Egill Einarsson fekk þá skelfilegu hugmynd í Starbucks viðreynslunni að vera mysterious. Ég næ ekki enn hvernig þetta átti allt saman að fara fram, en við reyndum þetta og við skulum heyra hvernig það gekk. Hlusta á FM 95 Blöð hér með Agli Einarsyni og Auðunni Blöndal og við erum komin í dagskóli sem heitir Get a Hot Date. Nú, ok, ég ætla þetta að vera Starbucks viðreynslan, en Get a Hot Date hljómar reyndar mun betur. Já, og hérna málið út að við erum bara allt niður okkur í þessum dagskóli. Ég er reynda að koma smá sjans fyrir 2 vikum. Já, en þú feist ekki að þú gafst henni ekki svona, þú veist, þú ert að fá númeri hennar. Já, ég veit það, skeitt. Og hérna, þú geta haldið áfram með þetta koncept, en hérna, sko, ég er búin að googla það eins. The Art of Picking Up Women, googla það. Ok, þurftu við þess? Já, bara svona út af því að við erum ekki verið að standa okkur í þessu. Nei, reyndar. Þannig eitthvað erum við ekki að gera rétt. Og það sem við þurfum að gera núna, við þurfum að vera aðeins meira mysterious. Ok, er það sem sagt? Konur fíla það. Já. Og það því að þú veist, ekki svona okkur fála hressir. Ok. Þú veist, halda það bara sér að tala við trúð. Já, ok, það er ekki gott. Þú veist, ef hún sé fyrir sig gæja á hinlínu með rautt nef og krullur, sko, það er ekki að vera að gera neitt fyrir hann, sko. Þannig að við erum mysterious. Já, ég er góður í því. Og það sem er vist mjög vinsælt, samkvæmt þessum sérfræðingum í Picking Up Women, við þurfum að segja eitthvað, þú voru að segja eitthvað ljótt hana, en strax fylgjaði eftir með hrósi jafnvel 2, eins og I didn't like your hair, but you had a great smile and an attitude. Já, ok. Þú veist, þú voru eiginlega svona aðeins að niðurlega hana, en hrósinni strax á eftir. Þetta er víst, mennilega meina, þetta ekki. Ok, þannig að mysterious, vera hérna dónalegur en svo strax í hrós. Já. Og þú vilt að ég byrja núna, þú byrja að segast. Já, eitt hérna, við notum íslensk nöfn á celebrities til að auka hérna prófílinn okkar. Já, ok. Og hérna við... Hvað ætlar að vinna með? Annarkur okkar er Ásgeir Kolbeinsson og hinn er Valtýrbjörn Valtýrsson. Ok, en þær veit ekkert hvernig það er. Já, þú veist, það heyra bara strax að þetta er... Já, ok, bara, þetta eru sterk nöfnbreyndar. Já. Má ég ekki vera Ævar Gudmundsson, minnst það skemmtilega? Jó, verður ok, Gudmundsson enda. Vilt þú byrja að kickstarta þessu? Já, ég skal taka þetta. En ef ég fæ gaur? Þá bara hrósar honum. Og dörlar yfir hann á sama tíma og gerir hot date. Hvað sagði þú? Ég var að vera... Og bara segir eitthvað niðurlegar hann, sem fylgja 2 hrós strax og eftir. Hvað, ég vera mysterious? Já. Thanks for calling Starbucks Spring Crosby. This is Greg. How may I help you? Yeah, hello? Yes. Is it Greg? Yes, it is. Yes, hey, it's Ivar Gudmundsson here. I'm sorry? Ivar Gudmundsson here. I was there the other day. We had a little chat. It's Greg, right? Greg. Yeah. We were talking the other day. I was in your Starbucks. What were we talking about? We were talking about gym, sports. Gym? Yeah, I told you that I didn't like your haircut that day, but loved your pants. You had a nice sweater on. Oh, I don't remember, but thank you. Yeah, okay, so how are you doing today? Good, man. How are you? I'm good. I was just wondering, you want to go grab a cup of coffee or hit the movies or something? No, man, I'm good. Yeah? Yeah, I'm good. Thanks, man. You want to... Got the old wifey, you know? I don't know how she'd feel about that. Oh, okay. You're married? Oh, you didn't tell me that. Well, that's one hell of a lucky lady. You know it. Yeah, I know it, man. But, okay, this ain't going like I wanted. All right. Sorry about that, man. Hey, no problem. You just, you keep rolling, baby. You too, buddy. Okay, bye-bye. Þetta, veistu að ég fekk óþægindar hroll og óþægindar svita. Þetta mysterious, sko, það fara að hætta með gauða. Það bara gengur ekkert. Hann bara giftur. Hvað heldur að séu allir samkynniðir sem að vinna á Starbucks eða? Ég þoli ekki að lenda á gaur. Mér fannst þetta varst mjög mysterious. Já. Því að hann saði strax svona að byrja að herra með eftir. Já, áttu þið ekki að vera það? Jú, you nailed it, sko. Nei, hann var giftur og maður þarf að fá kvot. En já, það kom að þér. Vonandi færð þú, kennmann. Ef þú færð gaur, ætlar þú samt að reyna þetta? Já. Ég vil persónulega fá gaur, sko. Þú, já. Veist ég er öfugur Anna Blondell. Kottu bara með öfugan gaur. Slókið það. Sorry, here, but Ashley speaking. How may I help you?
Yes, this is Ashley. Hello? Ashley? Ashley? Yes? Yeah. Hi. Hi. This is Oscar Colbainson. You remember me? No, who are you? Oscar Colbainson. I was there the other day. You was there the other day? Yeah, we had I came in your shop. We had a coffee, Ashley. Remember? I introduced myself as Oscar Colbainson. Tall, dark-haired man. And remember, I said that I didn't like your hair, but I loved your smile and your personality. Remember? Oh, thank you. Yeah. And I was wondering what you're gonna do this weekend. Þetta strax búið að skella á. Sko, þetta mysterious lookið þitt. Já. Horbjóður. Bara hjá okkur báður. Sko, hún var hrætt við þig. Hvað heldur að Ashley sé að hugsa þegar það hringir einhver guður What you doing this weekend? Bara svo vesti pervert. Ég viðurkenni mig, leið strax illa með þetta mysterious concept. Akkur vildur þú fara að vinna með það allt? Ég veit það ekki. Það bara virkar ekki. Það hefur ekkert verið að ganga hinga til. Við þurfum eitthvað, leið mér að googla þetta og kynna mér þetta aðeins meira. The art of picking up, sko herri. Já, hann googlaði þetta og kynnti sér það, en það var ekkert að ganga, en það eru við nánast hætti með Starbucks viðnustuna. Það er alveg saman hvað við endum í, það gengur ekkert upp. Hér eru tveir menn sem eru kannski ekki harðir, en þeir eru með allt á hreinu. Þeir heita Raggi Bjarna og Jón Jónsson. Svo er það lagi á leiðin heim. Það eru illa við þá. Þeir eðalmenn hér á ferði, Jón Jónsson og Raggi Bjarna með fróðuna. Ég heiti Auðun Blöndal, búin að vera með ykkur síðan 4 í dag, því miður búin að vera bara 1. Pétur Jón Sigfússon forfallaðis á síðustu stundu, er heima með strákinn sinn og ég er búin að vera bara með svona upprifun hérna handa ykkur í dag, vonandi að við haft gaman að og stýtt ykkur stundir, en það er komið að lokum hjá mér. Ég þakka kærlega fyrir hlustuna, við erum aðeins eftir að hlusta á lagi á leiðinni heim. Ég minni líka á gullöldina, ekki fyrsta sinn sem ég minni ykkur á það hér í dag, en við Pétur Jóhann, hann mætu nú þangað eftir. Við verðum þar með stand-up sem að byrja klukkan 10. Gullöldin er staðsett í Gráinum og endilega komið og tekja á því. Svo veit ég að Ingo Veðuguð rífur svo upp gítarinn og hann er að trúbba strax á eftir. Þannig að það verður örugglega einhver stemming þarna. Það væri gaman að sjá sem flesta. En takk kærlega fyrir hlustunum í dag. Við verðum mættir á morgun, ég og Hjörpi, með venjulegan þátt. Svo 2 harðir með síðasta þátt fyrir jól á föstudaginn. Endum á laginu leiðinni heim sem er Red Hot Chili Peppers. Eitt hugljúft og gott svona í bílnum. Það heitir Under the Bridge og ætli þetta sé ekki þeirra besta lag frá upphafi. Allavega eitt, en sveimi þá. Takk ætla fyrir hlustuna, heyrjumst á morgun. Records í jólagjöf, eins og til dæmis Exorcise með Tilbury eða Kiriyama Family með Kiriyama Family. Ekki væri leiðinlegt að fá aðra Mosebók með Moses Hightower og ekki heldur Reggi-gripinn Oibarasta með Oibarasta. Svo ég tala nú ekki rúsinuna í pylsuendanum, Retro Steffson með Retro Steffson. Allt eru þetta plötur sem eiga heima í jólapakkanum frá þér. Gleðileg jól! Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Stundin nálgast. Frábær sending af Guðjón meiri okkar! Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Þessi drengur er ótrúlegur! Stöð 2 Sport. Við trúum á sigur. Pub er að byrja með kvikmynda- og tónlistarquiz alla miðvikudaga. Hvað veist þú mikið kvikmyndir og tónlist? Við byrjum klukkan 10, þáttu gjald litlar 250 krónur, en glæslegir vinningar í boði. Stóra á 650 og lifandi tónlist strax á eftir. English Pub, Reykjavík. Jólagjörð dýrana færðu í Dýrabæ, í Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Sagan Hobbitan er loksins fáanleg aftur í íslenskri þýðingu Þorsteins Thorarensen. Ævintýrið er tvímælalaust eitt af ástsælustu bókmenntaverkum 20. aldar. Sena. Í Smáralind er glimrandi jólastemning. Allar verslanir fullar af jólavörum, næg bílastæði, góðir veitingastæðir og afþreying við allra hæfi. Sjáumst, Smáralind. FM 95 Blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is
Justin Bieber og lag sem heitir Beauty and the Beat. Með honum í þessu lagi dama sem kemur frá Trinidad og Tobago, kallar sig Nicki Minaj. FM 95 Blö og enda í dag. Hann fer inn á vísir.is mjög svo fljótlega. Jól komin einu sinni aftur jól. Nú, segð mér þá, það er ekki búið að vera lengi að líða árið 2012 þráttur að þetta hafi verið hlaupár. Skítamórall eða öllu heldur Einar Ágúst og Gunni Óla. Þeir tveir saman í þessu frábæra lagi handa þér og við höldum áfram í jólastemmingunni hér eftir smástund. Fyrst er það